Nýverið fékk Snæfellsbær góða og nytsamlega gjöf frá fyrrum íbúa. Var að ræða borð og bekki frá Jennetu Bárðardóttur, gefið í minningu foreldra hennar og dóttur. Bekkirnir fara á gangstíginn milli Hellissands og Ólafsvíkur, en Jennetta sjálf á minningar frá þessum háskaferðalagi þarna á milli. Það náttúrulega byrjaði að við vorum að læra sund á Hellissandi. Þá var bara fjaran og það var bara sætt sjávarlögum. Og við vorum bara sett upp á vörubálsbíl sem voru bekkir einhverju megin og svo að tjaldað yfir. Og þannig fórum við út á Hellisand. Síðan áttum við það til nokkri krakkar, kannski hafi ég verið þar í forsvari að stelast út á Hellisand. Og þá voru helvíti góð að, fyrir ekki orðbræð, að sæta sjávarföllum. En það kom fyrir þegar við vorum að fara tilbaka að þá var komið flóð og þá þurftum við stundum að hanga í klettunum. Og þá einn klettur þarna sem heitir Forvaðin sem að bjargaði okkur oft. Og þarna hénguðum við meðan aldan skall á og svo fórum út og þá hlupum. Þið fóruð yfir á klettunum sem sagt alveg og þurftu bara að... Já, það var bara einn klettur þarna sem maður komst upp á. Maður komst að honum meðan Alda var úti. Svo þegar hún kom að, þá voru komin upp á klettin. Svo fór hún út aftur og þá hlupum við inn í Ólafsvík. Maður bara nokkuð góður að hlaupa á þeim árum. Það eru breytti tímar í dag. Nú orðið þetta ekki malbikaður stígur á milli Ólafsvíkur og Hellissands. Jú, þetta allt annað núna heldur en þetta var. Og ég maður því að með hóteli var að fara með veislur sem var að sjá út á Hellisand. Þá var gamli vegurinn og þá var oft sem maður fekk hrunið í sig þegar maður var að fara með matinn. Þurfti að keyra matinn út á Hellisand. Hrunið þá úr enninu, nei? Já, þá hrundi. Það var sérstaklega vont ef það var rigning og norðanátt. En maður lét sig hafa það. Þið komið hérna í dag með bekki og borð, eða ekki? Já. Og það ætlað á þennan göngustíg á milli? Já, við látum Kristín það hvað hann vil setja þetta. Ég ætla ekki að róskast með það. Nei, leyfa bæjarstjórnum að ráða því, en mér heyrðist það að þetta færi þarna á þessa gönguleið á milli. Já, það bara besta mál. Bekkirnir eru gefnir í minningu foreldra þinna og dóttur. Pabbi þinn og mamma voru líka miklir ólsarar, voru hér alla tíðu þekki og fyrirferða mikil í bæjarfélaginu. Jú, þú voru það. Og þetta bara góð minning. Fannst þér alveg sjálfsagt að gefa svona? Nú ekkert margir sem gefa til samfélagsins aftur og hvað þá til samfélags sem að það farið frá, eða sem sagt flutt frá? Já, samfélagið gaf mér á sín tíma. Þannig að þú vilt gefa tilbaka bara. Ja. Sem barn í Ólafsvík, var þetta góður staður að alast upp á? Já, ég myndi segja það mjög. Og maður fekk alveg frjálsar hendur með allt upp á tækjum sem maður tók upp. Gámmiðunarstofnun og Snæfellsbær hafa átt langt og gott samstarf varðandi sorpbyrðu og rekstur móttökustöðvar fyrir úrgang og endurvinnsluefni ásamt rekstri gámavallar hér í Enni. Og það sameiginlegt hagsmunamál okkar að minnka það sem fer til urðunar og auka hlut endurvinnsluefna og nýtanlegra efna. Nú, þessi bekkir og borð sem eru hérna til hliðar við ykkur og bak við ykkur eru úr endurunnum plastefnum. Þau eru viðhaldsfrí og ágætlega vel veður þolin. Og þessar vörur eru mjög gott dæmi það sem hægt að gera við þau efni sem safnað til endurvinnslu og við þróun á þessum vörum og þessum og svona samskonar vörum þarf ímyndunaraflið hjá hönnuðum að vera dálítið gott. Og til að setja þetta aðeins í samhengi þá má segja að svona 5.000 til 6.000 venjulega sjampóbrúsa þurfi til að búa til eitt svona borð. Nú, með áhuga almennings á heilsueflingu og útivist þá hafa sveitarfélög verið dugleg að gera göngu og hjólastíga og það hefur aldrei sátt sér stað hér í þessu sveitarfélagi. Á þessum stígum æskilegt að hafa útskot með reglulegu millibili þar sem að fólk getur sest niður og þessi borð og bekkir henta mjög vel til þeirra nota.